Skúmurinn er einkennisfugl hinna miklu sunnlensku jökulsanda. Hann er af kjóaætt og er stór og dökkur sjófugl. Skúmurinn er algjör farfugl og dvelur á veturnar víða Atlantshafið en verpur á eyjum í því norðaustanverðu. Skúmurinn verpur nokkuð víða á Íslandi en mestur fjöldinn verpur á Suðausturlandi eða 75%. Þeir verpa ýmist 1 eða 2 eggjum og því er hæg viðkoma hjá tegundinni. Skúmurinn liggur á eggjum sínum í það bil 4 vikur og eftir að eggin klekjast dvelja ungarnir á óðalinu þar til þeir verða fleygir 40 daga gamlir. Þangað til ungarnir verða fleygir skiptast foreldrarnir á að bera í það fæðu en þeir eru ófærir að afla hennar fyrr en þeir hefja sig sjálfir til flugs. Á meðan varptímanum stendur sýna fuglarnir af sér nokkuð áhugaverða hegðun en þá dunda þeir sér við að reita og kasta til gróður í umhverfis hreiðurskálina. Ekki er ljóst hver tilgangur nákvæmlega er en þessi hegðun er fremur algeng. Skúmurinn er alræmdur fyrir að verja óðal sitt og afkvæmi af hörku. Hann hikar ekki við að slá óboðinn gest sem hætti sér of nærri, þó yfirleitt láti þeir ógnina högg duga. En stundum er nauðsynlegt að beita öðrum vörnum en lofthernaði. Hér gerir kind ásamt 2 lömbum sínum sig heimakomna þétt við hreiður skúmsins í 1,5 klukkustund. Kindur hafa gerst sekar að éta egg og unga og því velur skúmurinn frekar að sitja sem fastast heldur en að hætta á að skilja eggið eftir berskjaldað. Svo virðast líka jafnvel tegundir sem setja líf sitt í hættu með að nálgast skúminn því hann getur drepið þá étið, treysti á að þeir sitji sem fastast á hreiðrinu. Dæmi það er þessi helsingjahópur sem var á beit í rólegheitunum við hreiður 1 á Breiðamerkursandi. En Breiðamerkursandur hefur lengi verið höfuðvígi skúmsins, en á 9. áratug síðustu aldar var metið að tæplega 3000 pör væri þar í varpi. Þá hafði reyndar stofninn verið talsverðri uppsveiflu því hann hafði tvöfaldast frá því miðbik aldarinnar þegar metið var að 1500 pör væru á sandinum. En síðan þá hafa hlutinir breyst mikið hjá skúmnum. Það er notalegt að fylgjast með þessum unga sem leitar skjóls hjá foreldri sínu við Fjallsá á Breiðamerkursandi en því miður var þessi ungi einn af fáum sem komust úr eggi sumarið 2021. Árið 2018 var varpútbreiðsla skúms kortlögð á Breiðamerkursandi öllum og fundist á einungis 175 hreiður. Og hafði það fækkað verulega frá 9. áratugnum þegar stofninn var í hvað mestri uppsveiflu. Það er því deginum ljósara að eitthvað mikið hefur gengið á hjá skúmstofninum og hann á hraðri niðurleið. Í kjölfar kortlagningarinnar var tegundin skráð á válista Náttúrufræðistofnunar Íslands í bráða hættu. Fylgst hefur verið náið með skúmnum undanfarin ár á Suðausturlandi, bæði með fjölda í varpi og varpárangur. Mikilvægt er að halda áfram að rannsaka hann til að reyna að útskýra hvað veldur þessari hröðu hnignun og til að tryggja að hann haldi áfram að svífa yfir söndunum.